Heimilið hættulegasti staður konunnar og mesta skjól gerandans, segir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Dómur yfir manni sem banaði konu sinni á Akureyri sendi þau skilaboð að heimilisofbeldi sé ekki jafn alvarlegt og annað ofbeldi. Forseti Suður-Kóreu var í morgun ákærður til embættismissis við mikinn fögnuð fjölda fólks sem safnast hafði saman. Forsetinn heiti því þó að berjast áfram. Forstjóri sölufélags garðyrkjumanna gagnrýnir þær breytingar sem gerðar hafa verið á raforkusölu og segir þær vinna gegn hagsmunum neytenda og bænda. RS-veiru faraldurinn óvenju harkalegur í ár, segir yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins. Hann hvetur stjórnvöld til þess að fjárfesta í fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að verja yngstu börnin. Ice Guys hafa fyllt Laugardalshöllina 5 sinnum þegar kvöldið úti. Metaðsóknir á tónleikana. Ungir áheyrendur leyndu ekki í spenningnum. Gott kvöld. Dómur yfir manni sem varð konu sinni að bana á Akureyri í apríl sendi þau skilaboð að ofbeldi af hendi maka sé ekki jafn alvarlegt og annað ofbeldi, segir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Maðurinn var dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás en ekki manndráp. Maðurinn beitti konuna ofbeldi áratugum saman. Það áfall að skuli ekki vera dæmt fyrir manndráp og maður velti fyrir sér hvort að dómurinn hefði hljómað öðruvísi ef hefði verið að ræða óviðkomandi aðila sem hefði veitt þessa mjög svo alvarlegu áverka sem voru greinilega til þess fallnir að veita mikinn miska. Þannig að það mikið áfall að hafi ekki verið dæmt sem manndráp og maður hræddur að heimilisofbeldis hliðin vinni gegn þessum dómi sem ætti náttúrulega að gera algjörlega öfugt. Samkvæmt dómnum má ætla að maðurinn hafi beitt konuna ofbeldi frá því á síðustu öld. Hún lést eftir síðustu árásina en ekki þótti sannað hann hafi ætlað sér að myrða hana. Hann var því dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás og brot í nánu sambandi. Hámarksrefsing fyrir svo grófa árás 16 ár og brot í nánu sambandi getur verið til refsahækkunar en það var ekki nýtt. Þetta sendir þau skilaboð að enn í dag sé það sem gerist innan veggja heimilisins meira á öðrum stalli heldur en það sem gerist utan veggja heimilisins. Heimilið enn hættulegasti staður konunnar og mesta skjól gerandans virðist vera. Samkvæmt yfirliti lögreglu var þess fyrst vart árið 1999 að maðurinn vera að beita konuna ofbeldi. Fjöldi skráninga frá þeim tíma og þau bjuggu í 4 sveitarfélögum og því hafa margir komið að málum. Algengt að gerendur flytja oft til þess að einangra brotaþola. Svona mál eru alltaf tilefni til þess að staldra við og skoða og hvað má betur fara og ég held að við ættum absolutt að gera það í þessu máli líkt og öðrum. Og það mín tilfinning bæði því ég les dóminn og þegar maður og líka bara af reynslunni að það þarf að vera meiri fræðsla og þjálfun til fólk sem í framlínunni. Linda hvetur þau sem vantar aðstoð eða ráð sem þolandi ofbeldis eða aðstandandi að hafa samband. Það alltaf hægt að hringja okkur. Við erum með opinn síman allan sólarhringinn. Þannig að ef þú ert í vafa, hringdu þá frekar. Og hvort þú ert aðstandandi eða ert sjálf í slíkum aðstæðum til þess að bara fá að spegla þótt að sé ekki annað bara stöðuna. Eins að skoða hvað í boði í þínu nær samfélagi. En það alltaf fyrsta skrefið að reyna að brjótast út úr einangruninni. Forstjóri sölufélags garðyrkjumanna telur nauðsynlegt að endurskoða þær breytingar sem gerðar hafa verið á raforkusölu með nýjum heildsölumarkaði og segir þær vinna gegn hagsmunum neytenda og bænda. Miklar hækkanir hafa verið á raforkuverði á undanförnum mánuðum samkvæmt greiningu Samtaka iðnaðarins. Nýr raforkumarkaður Vonaskar tók til starfa í apríl og þar hefur verð hækkað alltaf þriðjung frá því sumar vegna aukinnar eftirspurnar. Hækkunin hefur meðal annars haft áhrif á garðyrkjubændur en raforkuverð til þeirra hækkar að meðaltali 25% áramótin. Gunnlaugur Karlsson, forstjóri sölufélags garðyrkjumanna, segir viðbúið að þetta leiði til verðhækkunar á íslensku grænmeti í verslunum.
Þetta þannig að þegar maður að framleiða eitthvað og stærsti kostnaðarliðurinn hækkar svona mikið, þá þetta mjög snúið að taka það bara á kassan og gera ekkert og hækka engin verð. Auðvitað menn mismunandi stakk búnir, sumir geta haldið þessi höndum, aðrir ekki. Þetta bara mjög mismunandi líka eftir tegundum. Sumar tegundir þannig að þetta dagtastur miklu dýrari. Það flóknar að lýsa þær á nóttunni, það verið að bjóða aðeins afslátt á nóttunni, en þetta snúið. Þetta bara ný staða. Gunnlaugur gagnrýnir þær breytingar sem gerðar hafa verið á raforkusölu. Já, þetta heitir og kallað heildsölumarkaður, en raunveruleikinn sá þetta breytt lítið flippur út í bæ og þetta bara haft þau áhrif að gjaldskrá Landsvirkjun ekki lengur til, hún bara horfin og umræðum gjaldskrá hækkanir Landsvirkjunar eru þá inn á þennan markað eru þá ekki lengur til staðar og þeir bera bara því við og þetta bara skálkaskjól að þeir hækki bara verðið út frá einhvers konar markaðsforsendum. En þetta bara því miður ekki það sem sami var við þjóðunum þegar þetta fyrirtæki var stofnað, þannig að menn verða aðeins að skoða þetta og ég skora nú á pólitíkina að stíga þess inn í þetta mál. Hefur þetta skaðað þá bændur og neytendur? Þetta náttúrulega fyrst og fremst að skaða neytendur. Þetta bara stór neytendamál. Við viljum framleiða matvæli í landinu, við viljum lækka kolefnisspor, standa við okkar sáttmála. Ákæra á hendur forseta Suður-Kóreu fyrsta skrefið í að koma landinu út úr kreppu, sögðu stjórnarandstæðingar eftir að ákæra var samþykkt í þinginu. Minnst 200.000 manns söfnuðust saman við þinghúsið og meirihluti þeirra fagnaði ákærunni. Mannfjöldinn var þegar orðinn töluverður við þinghúsið í Seúl áður en atkvæðagreiðslan hófst og það var töluverð spenna í loftinu þegar tilkynnt var úrslit atkvæðagreiðslunar. 204표, 부 85표. 200 atkvæði þurfti eða 2/3 þingmanna. Þessum úrslitum var fagnað af þeim sem voru fyrir utan þinghúsið, þó ekki öllum. 아직까지 한국 민주를 살아있다는 걸 다시금 느꼈습니다. 앞으로 국회의원분들께서는 우리 시민들의 목소리를 절대 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 오늘처럼 영광적인 날 함께할 수 영광이었습니다. 저희는 이것이 끝이라고 생각하지 않고 어떻게 해서든 우리 세상에 이것이 하나의 또 새로운 시작이라고 생각하고요. Það virðist forsetinn brottrekni ætlað að gera, þó að hann hafi tilkynnt eftir atkvæðagreiðsluna að hann myndi víkja tímabundið. 저는 결코 포기하지 않겠습니다. 저를 향한 질책, 격려와 성원을 모두 마음에 품고 마지막 순간까지 국가를 위해 최선을 다하겠습니다. 내란숙의 윤석열 직무 정지는 사태 수습을 위한 첫걸음일 뿐입니다. 75% Suður-Kóreumanna fylgjandi ákærunni og það endurspeglaði afstöðu mannfjöldans. Han Duck-soo, forsætisráðherra, tekur við forsetaembættinu þangað til stjórnlagadómstóllinn hefur kveðið upp sinn úrskurð. Það getur tekið alltaf hálft ár. Stjórnarmyndunarviðræðum Samfylkingarflokks fólksins og Viðreisnar var framhaldið í dag án þess að formenn flokkanna hafi fundað formlega. Verið að leggja mat á niðurstöðu vinnuhópa sem voru skipaðir í vikunni til að fara yfir einstaka málaflokka. Til stendur að hefja ritun nýs stjórnarsáttmála eftir helgi og stefnt að því að kynna nýja ríkisstjórn fyrir áramót. Faraldur RS-veiru herjar á börn og staðan á barnaspítala Hringsins þung. Yfirlæknir vill að stjórnvöld bregðist við og fjárfesti í nýju mótefni. Yfir 100 börn hafa þurft að leggjast inn á barnaspítala Hringsins í vetur vegna RS-veirunar og sum þeirra hafa veikst illa. Það RS faraldur í gangi og reyndar mjög mikið að gera og sá faraldur virðist í ár ætla að rísa hraðar og hærra heldur en undanfarin ár. Faraldurinn kemur á hverju ári en af mismiklum þunga. Og þetta skipti hittar hann okkur bara óvenjulega harkalega. RS-veira lýsir sér oftast eins og hefðbundin kvefpest en hún getur lagst þungt á ung börn og aldraða. Sum börn eru verulega veik, sum börn þurfa að leggjast inn og fá súrefni, fáin börn hafa lent á gjörgæslu. Hann bendir á að fara eigi með börn sem sýni minni einkenni á heilsugæslu. Ásgeir hefur auk fleiri lækna á barnaspítalanum talað fyrir því að stjórnvöld fjárfesti í fyrirbyggjandi aðgerðum við veirunni fyrir yngstu börnin, líkt og sum Evrópulönd geri. Til dæmis með því að bólusetja barnshafandi konur sem myndi mótefni og verji börnin í alltaf 6 mánuði eftir fæðingu. Það líka komið á markanum mótefni sem hættir að gefa börnunum skömmu eftir fæðingu til dæmis í vöðva. Og það verður þau í kannski meir en hálft ár. Það verður ekki fyrir smiti
en það verður fyrir að verða hættulega veik. Ásgeir segir mótefnin dýr en hefur reiknað út hvað RS-veiran kostar samfélagið í krónum talið ef sjúkrahúskostnaður, vinnutap og fleira tekið með og segir ljóst að mun dýrara sé að bregðast ekki við. Niðurstaðan okkar þá var að RS-veiran kostaði svona rúmlega 4 milljónir evra sem það kostar Íslands samfélagi eða yfir 600 milljónir íslenskar króna. Svo þó svo að það sé dýrt að verjast þessu þá kann það borga sér bara mjög vel. Forsetakjör í Georgíu í morgun var tekið fálega af bæði stjórnarandstöðu og mótmælendum. Andstaðan í nýkjörni forseta, sem fyrrverandi fótboltamaður, var meðal annars sýnd á máli sem hann lærði vel á ferlinum. Sérstök kjörnefnd sér að kjósa forseta og var það gert í morgun. Stjórnarandstaðan sniðgekk kjörfundinn, þannig að Mikhail Kavelasvili var kjörinn nánast einróma í embættið. Kavelasvili hefur verið þingmaður í 8 ár en þekktastur sem knattspyrnumaður, meðal annars með enska úrvalsdeildarliðinu Manchester City. Og í mótmælum gegn kosningunum í höfuðborginni Tbilisi var vísað í það. They achieve our election and our president candidate is a footballer and red card for us from Georgia people to Mikhail Kavelasvili. This act of appointment today has nothing to do with legitimacy because the parliament itself and the Georgian dream inside is illegitimate. Og það ekki aðeins stór hluti almennings sem á móti þessum valdaskiptum, heldur líka núverandi forseti og hún ætlar ekki að víkja mótþróalaust. Აუცილებლად ჭირდება ლეგიტიმური ინსტიტუტი, ლეგიტიმური ხელისუფლების ნაწილი, რომელიც არის რეალურად არჩეული და რომელიც ასახავს ამ ქვეყნის და ამ საზოგადოების ხმას. Til stóð að kveikja á jólatré í Tbilisi sem New York borg hafði fært borginni að gjöf. Borgarstjórinn frestaði því með pillu á stjórnarandstöðuna. საზეიმო ღონისძიება გაიმართება მაშინ, როდესაც რადიკალური ოპოზიცია არ გადაეღობება ბავშვებს და მათ მისცემს ნაძვისხის ანთების შესაძლებლობას. Það ekki á hverjum degi sem ráðist í að stofna nýtt þéttbýli. Fljótstælingar ætla að byggja þorp í dalnum og gætu framkvæmdir hafist næsta sumar. Sveitarstjórinn segir þorpið nauðsynlegt enda mikil þörf fyrir íbúðalóðir. Fljótsdalur í tæplega hálftíma akstursfjarlægð frá Egilsstöðum. Stæðið fyrir þorpið norðanmegin á jörð sem heitir Hamborg og viðbúið að þorpið beri sama nafn. Fljótsdalshreppur telur 100 íbúa en stendur vel fjárhagslega. Til stendur að fjárfesta í hönnun og grunninnviðum þorpsins fyrir 175 milljónir á næsta ári. Þetta þorp með 25 íbúðum og þarna mega menn vera með hesta og hænur og við stefnum svo í að ljúka skipulaginu núna á næstu vikum og ættum því að geta farið að auglýsa lóðir fljótlega upp áramótum. Hægt verður að stækka þorpið síðar upp á næstu hjalla. Lóðirnar bæði hefðbundnir húsagarðar og svo stærri stykki fyrir þá sem vilja vera með hesthús eða útiræktun. Leggja þarf götur, fráveitu, rafmagn og fleira. Það lykilatriði að hafa vatn og við erum búin að finna það. Við fundum góða vatnslind sem dugir fyrir þetta þorp fullbyggt og miklu meira en það. Og það nú kannski lykilatriði að menn hafi vatn að drekka. En það þarf líka menn til að drekka vatnið og Helgi í engum vafa að þorpið byggist. Það nú bara einfallega út af eftirspurn. Það óskað eftir þessu og einnig háværit orðið nokkrum vinnustöðum hjá okkur hérna heimfrá að það sé getur bjóða fram lóður handa fólki sem þar starfar. Þetta verður íbúðabyggð en allavega fyrstum sinn verður ekki boðið upp á þjónustu eins og skóla og slíkt. Íslenska strákasveitin Ice Guys fyllir Laugardalshöllina 5 sinnum helgina. 24.000 miðar seldust á 5 tónleika á 2 dögum. Mér líður svo mikið eins og að sé allir að núti með okkur í liði. Gefur manni svo miklu orku sko. Við vorum alltaf í gær í algjörri sturlun og nú erum við að fara að endurtaka leikinn í dag og fyrsta sjó, þannig að það undir okkur komið að keyra upp orkuna. Hvernig heitið þið? Það Arbir, það lóð þarna,
Við tökum alveg góða 5-10 mínútur bara, smá tempó sko, koma okkur í gang. Hérna var verið að setja bara svona beltpakka á mig, þar sem því ég er með spangamæk, einnig þessum Britney-mæk og svo ég með svona inn í monitor. Við erum að gera okkur klára fyrir tónleika 3 af 5 hérna í höllinni. Í sveitinni eru engir nýgræðingar, Aron Kahn, Herra Hnetusmjör, Rúrik Gíslason og bræðurnir Frikki Dór og Jón Jónsson og með þeim er fjöldi ungra dansara. Hvernig eru þeir? Mjög góður. Hver er bestur? Herra Hnetusmjör. Hvernig heldur þessi tónleikar verði? Geggjaðir. En þú? Geggjaðir líka. Eru þið miklir aðdáendur? Já. Eigið þið svona uppáhalds aðskæ? Já, Aron Kahn. En þið? Herra Hnetusmjör. Mér finnst bara lögin skemmtileg. Bara skemmtileg. Mjög skemmtileg. Aron Kahn Másala. Aron Kahn. Ég er með 2 stelpur og eina frænku með. Það er mikil stemming, mikil gleði. Búin að bíða spenntar í allan dag. Hjólreiðakappar gerðu sér glaðan dag í dag og hjóluðu og skreyttum hjólum borgina. Viðburðurinn heitir því viðeigandi nafni jólahjól og er haldinn af hjólreiðafélaginu Tindi. Sumir klæddu sig upp sem jólasveina í tilefni dagsins. Skotið var upp flugeldum áður en að hópurinn hélt af stað frá hinu húsinu í Elliðaárdalnum í Reykjavík út í myrkrið, skreyttur ljósaseríum og jólaskrauti. Ýmsar verur fara á kreik í húsdýragarðinum í Reykjavík á aðventunni. Garðurinn fyllist líka af gestum og þar er Linda Blöndal fréttamaður. Linda, hvernig tekur garðurinn sig út nú í kvöld? Já, Bogi, það er gullfallegt að litast hérna. Hann er vel upplýstur, hér er skjól. Svona fyrir þessu veraldlega vafstri sem við þurfum að vera í. Hér heyrir maður bara í jarmið, hér heyrir maður krakkana hlæja og eins og þið sjáu hér á bakvið mig að þá er þessi hringekja en það er gangi því að það er opið lengur fram eftir Ingi Þór. Aðventan gengin í garð hér svo sannarlega, lengur opið og frítt, er það ekki? Jú, það er þannig að Betri Reykjavík býður Reykvíkingum og ferðamönnum í garðin okkar milli 5 og 8, föstudag, laugardag og sunnudag fram að jólum. Þess vegna erum við hér núna, en ég ætla að spyrja þig hvernig taka íbúarnir þessu sem að eru hér að jafna þig? Ja, við tókum það markmið í byrjun hönnunar á garðsins að þeir myndu taka þátt í hvernig við myndum hafa okkur með ljósin og annað, þannig að við fórum með ýmis dýr til að skoða og fórum með inn í runnana hvort þetta myndi virka fyrir þau og hvernig þau myndu í rauninni samþykkja það og það gekk svona rosalega vel upp. Já, refurinn sáttur og allt? Mjög, reyndi ekki eins og að flýja. En varandi þessi ljós sem eru hérna, ég áttaði mig ekki á því fyrir að húsvörðurinn keyrði mig hérna í gegn til að hitta þig á litlum bíl. Einegðum og sko garðurinn er svo stór, hvað þurftu þið eiginlega mikið að ljósum hérna? Sko við hættum að telja eftir 330.000 ledljós. Þannig að ég reikna með að sé svona 400.000. Já. Var ekki óþarfi að hætta að telja? Ég kunni ekki að telja herra. Já, varstu nokkuð einn í þessu? Nei, við vorum 4. Þannig að við náðum að gera þetta 4. Það er bara kraftaverk í rauninni, hvað hægt sé að gera? Ég sagði í byrjan að hér væri skjól. Já. Er það ekki satt? Og friður. Hér er svolítið stemt að því að fólk komi og njóti og hér er ekkert áreiti, hér er ekki sölubásar, hér er ekkert að reyna að tróða inn á fólk, heldur bara að njóta og labba og vera með fjölskyldun og vinum. Ingi Þór, þannig á það að vera. Við erum í húsdýragarðinum og hann verður opinn á aðvendunni lengur og það verður frítt inn á einhverjum tímapunkti þar eða milli 6 og 8 eða ekki? 5 og 8. 5 og 8, höfum það á hreinu. Takk fyrir það Linda Blöndal í húsdýragarðinum í Reykjavík og hún sagði að þar væri skjól fyrir veraldlegu vafstri
En kannski verði líka skjól fyrir hvössu suðvestanáttinni með éljum í kvöld og fram eftir nótt sem Hrafn Guðmundsson spáir. Hann segir líka að fyrir austan hangjanþur. Á morgun dregur úr vindi en áfram á þó búast við éljum nokkuð víða. Kólnandi veður og Hrafn hann fer yfir þetta þegar að Almar Ormarsson hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. 2 sigursælustu lið Evrópumóts kvenna í handbolta frá upphafi mætast í úrslitaleiknum á morgun. Þórir Hergeirsson getur þar unnið sitt 11. stórmót. Nýtt Íslandsmet var sett á heimsmeistaramótinu í 25 metra laug í morgun. Greinin reyndar ný af nálinni og metið því auðfengið. Þá var leikið í efstu deildum karla í handbolta og körfubolta hér heima, enski boltinn og fleira í íþróttum rétt handan við hornið. En fyrst helstu fréttir kvöldsins, heimilið hættulegasti staður konunnar og mesta skjól gerandans, segir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins. Dómur yfir manni sem bannaði konu sinni á Akureyri sendi þau skilaboð að heimilisofbeldi sé ekki jafn alvarlegt og annað ofbeldi. Forseti Suður-Kóreu var í morgun ákærður til embættismissis við mikinn fögnuð fjölda fólks sem safnast hafði saman. Forsetinn heitir því þó að berjast áfram. Forstjóri sölufélags garðyrkjumanna gagnrýnir þær breytingar sem að gerðar hafa verið á raforkusölu og segir þær vinna gegn hagsmunum neytenda og bænda. RS-veiru faraldurinn óvenju harkalegur í ár, segir yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins. Hann hvetur stjórnvöld til þess að fjárfesta í fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að verja yngstu börnin. Ice Guys hafa fyllt Laugardalshöllina 5 sinnum þegar að kvöldið úti með dagsóknir á tónleikana. Ungir áheyrendur leyndu ekki í spenningnum og sjálfsagt hafa fleiri verið ánægðir með þessa tónleika. En fréttir verða næst sagðar hjá okkur klukkan 10 í kvöld. Á ruv.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Og það er hægt að senda okkur ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl og njótið kvöldsins og helgarinnar. Arnardalur. Alveg gegn frosinn. Kallt. Alvöru hvellir í júlí, já? Ef við gerum ekki eitthvað fljótt frjósum öll í hér. Sæl öllsömmul, ég er Ólafur. Hæ. Þú skrítinn. Nú þurfum við bara að þrauka bilinn. Þetta er ekki bilur. Galdrar. Þetta er systir mín. Það hefði nú verið gott að vita. Hausinu upp. Það er ekki til siðs að kasta snjófólki. Wow.